Nú kemur að þeim þætti sögunnar sem snýst Gunnar á Hlíðarenda. Enn eru vandræði með mat á heimili Hallgerðar. Gunnar fer og reynir að kaupa meiri mat og hey. Hann reynir að fá að kaupa af Otkeli sem neitar að selja honum en selur honum í staðinn þræl melkhólf. Hallgerður er í nokkrum vanda þegar Gunnar segir henni að útbúa veislu þrátt fyrir að lítið sé til. Hún grípur til þess ráðs að skipa melkhólfið að fara á gamla heimabæinn og stela mat og kveikja svo í búrinu. Melkhólfur gerir eins og hún skipar, en skilur eftir skóðfeng á leið sinni tilbaka sem á eftir að reynast sönnunargagn. Þegar Gunnar kemur heim sér hann strax að maturinn er ekki þeirra. Hann slær Hallgerði kinnhest og segist ekki vera þjófsnautur. Hún segir skulu muna honum kinnhestinn. Gunnar reynir að borga bætur fyrir þjófnaðinn en óvinir hans spilla málinu með lygum og falsráðum og fá Otkell til að sækja þjófnaðarmál á Alþingi. Það er mikil niðurlæging. Lygarnar komast upp og Otkell þorir ekki annað en að bjóða Gunnari bætur fyrir framkomuna. Gunnar lætur þær koma á móti matnum sem melkhólfur stal. Nú ætti að vera friður, en svo illa vill til að stuttu seinna ríður Otkell utan í Gunnar þar sem hann vann á akri sínum og blóðgar hann. Skammkell vinur Otkells og óvinur Gunnars fyrir að dreifa sögum að Gunnar hafi grátið þegar Otkell hafi rekist á hann. Gunnar fréttir af sögunum og grípur til sinna ráða. Því er svo lýst. Gunnar tók smalahestinn og lagði á sig söðul sinn. Hann tók skjöld sinn og girti sig sverðinu ölvisnaut, setur hjálm á höfuð sér, tekur atgerinn og söng í honum hátt og heyrði Rannveig móðir hans. Hún gekk fram og mælti: Reiðulegur ertu nú, sonur minn, og ekki sá ég þig slíkan fyrr. Gunnar gengur út og stingur niður atgerinnum og verpur sér í söðulinn og ríður braut. Rannveig gekk til stofu. Þar var háreysti mikið. Hátt kveðið þér, segir hún, en þó lét hærra atgerinn Gunnar gekk út. Kolskeggur heyrði og mælti: Það mun eigi engra tíðinda vita. Það er vel, segir Hallgerður, nú munið þið reyna hvort hann gengur grátandi undan þeim. Kolskeggur tekur vopn sín og leitar sér að hesti og ríður eftir slíkt hann mátti. Gunnar ríður Akratungu þvera og svo til Geilastofna og þaðan til Rangár, ofan til Vaðs hjá Hofi. Konur voru þar á stöðli. Gunnar hljóp af hesti sínum og batt. Þá riðu hinir að. Móhellur voru í götunum við vaðið. Gunnar mælti til þeirra: Nú er að verja sig. Er hér nú atgerinn? Munið þér nú og reyna hvort ég græt nokkuð fyrir yður. Þeir hljópu þó allir af baki og sóttu að Gunnari. Hallbjörn var fremstur. Sæk þú eigi að, segir Gunnar, þér vildi ég síst illt gera, en ég mun þó engum hlífa ef ég á hendur mínar að verja. Það mun ég ekki gera, segir Hallbjörn, þú munt þó drepa vilja bróður minn, og er það skömm ef ég sit hjá, og lagði til Gunnars 2 höndum miklu spjóti. Gunnar skaut fyrir skildinum, en Hallbjörn lagði í gegnum skjöldin. Gunnar skaut svo fast niður skildinum að hann stóð fastur í jörðunni en tók til sverðsins og skjótt að eigi mátti auga á festa og hjó með sverðinu og kom á höndina Hallbirni fyrir ofan úlflið svo að af tók. Skammkell hljóp á bak Gunnari og höggur til hans með mikilli öxi. Gunnar snerist skjótt að honum og lýstur við atgerinum og kom undir kverk öxinni og hraut hún úr hendunum út á Rangá. Gunnar leggur í annað sinn atgerinum og í gegnum Skammkell og vegur hann upp og kastar honum í leirgötuna að höfðinu. Auðólfur Austmálur þreif upp spjót og skaut að Gunnari. Gunnar tók á lofti spjótið og skaut aftur þegar og fló í gegnum skjöldin og Austmanninn og niður í völlin. Otkell höggur með sverði til Gunnars og stefnir á fótinn fyrir neðan kné. Gunnar hljóp í loft upp og missir Otkell hans. Gunnar leggur atgerinum til hans og í gegnum hann. Þá kemur Kolskeggur að og hleypur þegar að Hallkalli og höggur hann banahögg með saxinu. Þar vega þeir